Þorvaldur Gylfason, gjör svo vel, þú ert næstur. Já, virðulegi formaður og aðrir ráðsfulltrúar. Mér langar að þakka B-nefndinni fyrir þetta nýja skjal sem hefur tekið miklum framförum frá mínum bæjardyrum séð. Mér langar til þess að nefna nokkur atriði. Í fyrsta lagi fagna ég því mjög að nú forseti Íslands aftur talin upp ásamt öðrum handhöfum framkvæmdarvalds. Það hjálpar til þess að forða misskilningi sem ella hefði verið hætta á. Í öðru lagi langar mig, eins og Þorkell Helgason gerði á undan mér, að vekja máls á tveim setningum sem kunna að vekja hugboð misræmi. Á einum stað stendur alþingismenn hafa rétt til að flytja frumvörp til laga og öðrum stað stendur frumvörp alþingismanna og ríkisstjórnar eru tekin til athugunar og meðferðar í þingnefndum. Fyrri setninguna má skilja sem svo að utanþingsráðherrar hafi þá ekki rétt til þess að flytja frumvörp til laga. Og miðað við þá hugmynd sem liggur í loftinu og boðið hefur verið að eitthvert ákveðið hlutfall ráðherra, til dæmis helmingur, skuli vera utanþingsráðherrar, að þá væri með því að meina ráðherrum að flytja frumvörp á Alþingi skapað óviðunandi misræmi í starfsaðstöðu þingsráðherranna og utanþingsráðherranna. Og þess vegna hvet ég til þess að í 11. greinina verði bætt inn ráðherrum þannig að hún hljómi svona: alþingismenn og ráðherrar hafa rétt til að flytja frumvörp til laga. Og ég hygg að þessi ábending sé í góðu samræmi við ábendingar lögfræðinga utanhúss sem hafa veitt umsagnir plaggið. Í þriðja stað langar mig til þess að fjalla greinina sem ber heitið skipun embættismanna. Þar hygg ég að ekki sé enn nógu langt gengið. Stjórnarskrártillögurnar sem við erum að búast til að skila frá okkur hljóta að endurspegla sögu landsins og þann veruleika sem við búum við. Sumar greinarnar eru stuttar og knappar, til dæmis þjóðkirkju ákvæðið. Og það bara vegna þess að hvað sem öllu öðru líður þjóðkirkjan ekki partur af ástæðinu til þess að við vorum hingað kvödd. Þjóðkirkjan var saklaus af hruninu. Aðrir kaflar í okkar plaggi eru ítarlegir og það vegna þess að í ljósi sögunar þykir okkur rétt að veita löggjafarvaldinu aðhald á þeim sviðum þar sem það hefur ekki staðið sér nógu vel. Svo ég taki dæmi. Kosningakaflinn okkar nákvæmur með skýrum fyrirmælum jafnvel smáatriði vegna þess að reynsla alls lýðveldistímans sýnir að Alþingi ósýnt að fjalla kosningalöggjöfina, rétt eins og hverjum og einum ósýnt að fjalla eigin mál í samhengi sem þessu. Saga embættaveitinga á Íslandi vörðuð landlægri, grófri spillingu. Þess vegna orðið stjórnmálatengsl komið inn í jafnræðisregluna í blábyrjun stjórnarskrárinnar. Og af því leiðir að kaflinn í tillögum okkar skipun embættismanna þarf að fela í sér nákvæm fyrirmæli það hversu standa skuli að embættaveitingum í framtíðinni vegna þess hversu mislagðar hendur stjórnmálastéttinni hafa verið við embættisveitingar. Nú það svo að inn í tillögur B-nefndar komið að mínum dómi fullnægjandi ákvæði skipun dómara. Ráðherra fer með skipunarvaldið en sérhver skipun þarfnast staðfestingar forseta Íslands sem leikur þar eftirlits og öryggishlutverk. Og beiti forseti þessum málskotsrétti sínum með því að synja skipun í dómarembætti eða í embætti ríkissaksóknara
undirskriftar, að þá þarf 2/3 hluta atkvæða á Alþingi til þess að skipunin taki gildi. Og þetta einmitt glöggt dæmi valdmörk og mótvægi, þetta gagnkvæma aðhald og eftirlit sem vantaði áður og átti mikinn þátt í því að Ísland hrundi. Og þetta að minni hyggju til fyrirmyndar. En skipun í embætti dómara var ekki eini vandinn sem við var að glíma í stjórnsýslunni. Rannsóknarnefnd Alþingis segir berum orðum að stjórnsýslan í landinu hafi verið í molum. Ekki bara dómskerfið, heldur stjórnsýslan eins og hún leggur sig. Og það var meðal annars þess vegna sem rannsóknarnefnd Alþingis mælti fyrir að stjórnarskrá lýðveldisins skyldi endurskoðuð. Þannig að við erum að bregðast kalli rannsóknarnefndar Alþingis og að ég hygg niðurstöðum þjóðfundar og ákalli fólksins í landinu ef við tökum ekki á þeim parti stjórnsýsluvandans sem liggur utan dómskerfisins. Ég segi, það ekki nóg að segja eins og hér stendur í kaflanum skipun embættismanna, ákveða má með lögum að skipun í önnur embætti skuli fara fram með sama hætti. Í því felst ekki næg viðurkenning á þeim vanda sem við hefur verið að glíma. Og þess vegna legg ég enn til að það sem við höfum rætt á fundum í nefndum, bæði í einstökum nefndum og á opnum fundum allra nefnda, að við setjum inn á viðeigandi stað samskonar ákvæði skipun í önnur æðstu embætti. Hversu mörg þau ættu að vera skiptir ekki höfumáli. Ég að hugsa á bilinu 5 til 10. Þannig að tryggt sé að valdmörkin og mótvægið sem við erum að búa til í dómsmálakaflanum séu einnig til staðar í öðrum köflum. Með öðrum orðum, dómararnir voru ekki eina vandamál. Þeir voru vandamál og eru það enn, eins og við sjáum í blöðunum og næstum því á hverjum degi, en vandinn liggur miklu víðar. Þannig að ég hvet til þess að þetta mál verði enn rætt betur. Eitt smáatriði framhald af þessu, loka ákvæði hér óbreyttur áfangaskjalinu í lögum að kveða að í tiltekin embætti með einungi skipa íslenska ríkisborgara. Ég ekki viss að það sé þörf á þessu. Ég held þvert á móti að það geti verið hollt að senda skilaboðum hinn veginn. Að í sum embætti hér, eins og tíðkast í litlum ríkjum víðar, gæti þvert á móti verið heppilegt í ljósi sögunar að laða útlendinga hingað heim til starfa. Loks þetta, það veldur mér svolitlum vonbrigðum, verð ég að játa, að eftir rækilegar viðræður fyrir þennan fund hefur ákvæði stofnanir og vernd þeirra í stjórnarskrá ekki enn ratað inn í þessar tillögur. Sagan vísar veginn. Þjóðhagsstofnun óhlýðnaði stjórnvöldum og hún var lögð niður með manni og mús með skelfilegum afleiðingum. Ísland stendur nú langt að baki öðrum Norðurlöndum í hagsýslugerð. Þannig að skynsamri menn í stjórnsýslunni kvíða því mjög að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn á förum úr landinu, því hvar eigum við þá að fá hagtölurnar, spyrja menn. Og þetta gild spurning. Þarna var framið skemmdarverk sem Alþingi hafa ekki enst mörg ár til þess að bæta fyrir, og þess vegna, eins og í öðrum dæmum sem ég hef rakið, stendur það upp á stjórnarskrárgjafan að bætum betur. Og setja almennt ákvæði inn í stjórnarskrána sem verndar þá starfsemi sem Þjóðhagsstofnun bar ábyrgð á. Og orðalagið til í lögunum. Ég ekki að lýsa eftir ákvæði sem verndar nafngreindar stofnanir, því það myndi skerða getu löggjafans til þess að skipta nafn á stofnunum eða sameina þær og svo framvegis. Það sem þarf ákvæði sem verndar tiltekna starfsemi og girðir þá fyrir að Þjóðhagsstofnun verði lögð niður öðru sinni, ef Alþingi skildi þetta það í hug.
En þetta á ekki bara við hana. Þetta á einnig við aðrar stofnanir sem brugðust eins og rannsóknarnefnd Alþingis lýsir svo skýrt í skýrslu sinni. Hagstofa Íslands brást af því hún horfði í hina áttina meðan ójöfnuður á Íslandi reis upp í hæstu hæðir langt umfram það sem þekkist í öðrum löndum, eins og Stefán Ólafsson prófessor hefur lýst öðrum mönnum betur. Hagstofan var hrædd. Það er minn skilningur. Hún var hrædd við að bíða sömu örlög og Þjóðhagsstofnun. Ef það væri ákvæði í stjórnarskráni sem verndar þá starfsemi sem lögin Hagstofu Íslands lýsa í 1. grein, þá hefði Hagstofan ekki haft neina ástæðu til að óttast. Sama gildur fjármálaeftirlitið. Það horfði í hina áttina. Það stendur á mörgum stöðum í rannsóknarskýrslu Alþingis. Fjármálaeftirlitið var beinlínis hannað til þess að bregðast. Við þurfum ákvæði stjórnarskrá sem að verndar starfsemi fjármálaeftirlitsins eins og því er lýst í 1. grein laganna eftirlitið, svo að ný stjórnvöld í trylltum rekkjubrögðum við bankamenn geti ekki lagt fjármálaeftirlitið niður. Sama á við samkeppniseftirlitið. Men það var lagt niður. Nafnið þess var breytt eftir að það gerði rassíu inn í skrifstofur olíufélagana fyrir nokkrum árum. Þetta liggur fyrir. Þess vegna þarf að vernda starfsemi samkeppniseftirlitsins fyrir gerræði löggjafarvaldsins. Og sama á auðvitað við Seðlabanka Íslands myndu sumir segja. Því hann hefur aldrei verið sjálfstæður gagnvart stjórnvöldum og það ekki enn að minni hyggju. Í öllu þessu ljósi bið ég ykkur að íhuga vandlega þörfina fyrir verndarákvæði í stjórnarskrá sem umlykur þær stofnanir sem ofbeldisfullt Alþingi myndi í eigin hagsmunaskyni í framtíðinni kjósa helst að leggja niður. Ég veit að í mörgum löndum í kringum okkur er ekki þörf á slíkum ákvæðum. En það stafar að því að þeirra saga er önnur en okkar. Sérhver stjórnarskrá þarf að draga dám af sinni samtíð og sögu. Að lokum þetta, ég er afar ánægður með breytingartillögur Andrésar Magnússonar allar og þau rök sem hann færði fyrir þeim og ég styð þær af heilum hug. Ég þakka fyrir.